Já, ein af svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldhúsdeginum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í Samfylkingunni settu inn á Vísi. Þar sem þeir mótmæltu því að þingflokkurinn hefði raunverulega tekið beygju frá samþykktri stefnu flokksins varðandi hælsleitendur. Einn af hvatamönnunum að þessum bréfaskriftum hingað kominn, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem stjórnmálafræðingur en líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp, var varaformaður Samfylkingarinnar. Ritari. Hvað segirðu? Hver er ástæðan fyrir þessum bréfaskriftum ykkar? Þessari yfirlýsingu? Já, ástæðan er náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna málefni að ræða sem er okkur hjartans mál. Og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara. Við höfðum sendt áður hver er andstæðan við opið bréf, lokað bréf, bara bréf á þingflokkin og stjórn flokksins. Vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu þar sem að við svona flögguðum því að þau allavega vissu að því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins. Nei, það að þið vísið í þig að þessu samþykkti flokksins að sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkurinn ákveð að gera stangast á við samþykkti flokksins. Nefnilega. Og við einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf, en það auðvitað bara fólk sem að maður einhvern veginn, við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp. En við vitum náttúrulega ekkert hversu stór hluti flokksins er sammála okkur eða sammála þingflokknum vegna þess að þetta hefur kannski ekki mikið verið rætt innan flokksins og þar af leiðandi það eina sem við einhvern veginn höfum til þess að styðja okkur við er þá hvenær flokkurinn svona ályktaði eitthvað síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna þar sem var sérstaklega góðið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum. Og svo er það að raungerast núna að þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir eða þetta samþykkir einhvað sem er að okkar mati alveg þvert á stefnu flokksins. En þetta er þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar því að á þessum landsfundi er hún búin að vera formaður í töluverðan tíma, ekki? Það er rétt, já. Það var líka í aðdraganda fundarins að þá var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi, þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara. Já, en eins og segi, þetta er allan sannarlega á tímabili Kristrúnar eins og bendir á sem formann sem að þessi stefna er áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar. En það er ekki svo að líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til þess að sveigja af þessari braut. Nei, það er ekki að gera það. Þessi landsfundar samþykkt er nýri en fórusta Kristrúnar og stendur eiginlega bursið frá því að þetta er bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við. En ástæða fyrir því að ég man eftir þessari samþykkt og svona var stemmingi kringum hana var svona einhverja í flokknum, kannski þín meðal annars, að ný forysta Samfylkinguna væri að sveigja frá áherslum í þessum málum. Og það hafði svo sem séðst inn í þinginu áður, til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu, að þá voru Píratarnir sem voru með andstöðu í þinginu, en Samfylkingin sem hafði alltaf staðið með þessum málum, dró sig eiginlega til hlés, þannig að stefnubreyting forystunar sumuleyti mátti ráða í hana af verkum þeirra þó svo hafi ekki kannski komið fram í þessari samþykkt. Já, svo er eitt bara hvernig hvaða slægi fólk kýs að taka og svona einhver pólitísk strategía sem að flokkar geta viðhaft hvaða málu þau vilja flagga og svo framvegis. En það er kannski einmitt best að dæma flokkana út frá verkum þeirra og þess vegna það hafi verið umræða innan flokksins útlendingamál og hefur verið síðustu ár
og vissulega kannski eftir að fóra að heyra svona einhver nýjir tónar og fólk innan flokksins sem að hafði á því ákveðnar áhyggjur. Nýjir tónar frá forystunni þá? Já, en þetta var sko að einhverju leyti rætt innan flokksins og en svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverju djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum. Þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfylkingarnar saman komin til þess að taka með umræðum málefnin og þetta var niðurstaðan þar. En eins og segi, þú veist, burtséð frá einhverju svona orðuræðu eða eins og segi hvað slægi forystan ákveður að taka á einhver svona að þá það hafi ekki komið fram neinn slík sko opin bréf eða gagnrýni á þingflokkin fyrir en þau samþykkja þetta frumvarp. Það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu. Mér finnst það að vera munur á því, já. Og þess vegna tökum við þetta skref sem að ekkit léttvægt. Þetta eiginlega frekar svona þungbært að koma fram opinbarlega fram með gagnrýni á einn félaga og innan þingflokksins eru þetta fólk sem maður þekkir mjög vel og þykir vænt þannig að þetta ekki léttvægt að við stígum þetta skref. En okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð en sömuleiðis að fólkið út á feltinu, almennir flokksfélagar í flokknum, en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna þetta frumvarp að láta þau vita að sko það að koma á brottvísunarbúðum þar sem að meðal annars er heimilað varðhald á börnum ekki óumdeilt mál innan samfylkingarnar þvert á móti. Við ræddum þetta aðeins í gær áður en við sendum bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfylkingarnar við þessu máli myndi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis VG og svona gælur fórustuna þar við NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál flokksmanna. Hefur þú orðið varfið að eftir að þið birtuð bréfið að fólk vilji vera með? Já, töluvert. Þannig að þú getur lengt listan umtalsvert í dag. Sannarlega. Og stendur það til að halda utanum þennan hóp? Þessi hópur náttúrulega ekkit stofnaður utanum neitt nema bara þetta bréf sko. Þannig að það er töluvert. Já, en og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo framvegis. Inn í þessu bréfi náttúrulega bæði erum við að kalla eftir því að það verði beðið með framkvæmd þessa frumvarps en við erum líka óskað eftir að það verði tekin umræða innan flokksins og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óskað eftir einhverju umræði innan flokksins. En flokkurinn á í erfiðleikum með það að tefja framkvæmdina því að hún er á vegum ráðherra Viðreisnar eða ekki? Jú, en allt þetta mannanna verk og hægt að sko... Þar var menn verið með viljusíkar að hafa opnið þetta bara fyrir jól? Einmitt. Og það auðvitað það sem að kannski svolítið, veldur okkur svolítið áhyggjum að það svona svolítið mótsagnarkenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessu máli. Að annars vegar sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum þessum örþrifaráð og bæði framsögumaður og formaður allsherjarnefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn einhvað algjört formsatriði en á hinn bóginn lá svo mikið á að samþykkja þetta að það þurfti einhvern veginn að keyra þetta í gegn núna fyrir sumarfrí. Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá ekki mjög brýnt að grípa til einhvers. Þetta er ekki stærsta vandamálið sem að við að glíma en af hverju þá látið svona með þetta? Já, það er góð spurning sko og gagnrýni bæði okkar sem kemur fram í bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast að það er ekkit sko þetta ansi býsna víðtæk valdheimild sem að íslenskum útlendinga yfirvöldum veitt með þessu frumvarpi án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið í veðri vaka þegar verið að verja þetta
þetta sé einhvern veginn örþrifaráð og það að tæma lista einhverja fullt af einhverjum önnara sko úrræða áður en að vera gripið til varðhalds. En það ekkert verið að útfæra það eða setja neitt púður í það og sko mér hefði þótt einhvern veginn lógískara að það veri byrjað á þeim og þegar þau duga ekki að þá líka einhvern veginn auðveldar að færa rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft. Eru þið aðeins varðandi svona sálina í flokknum? Finnst þér það erfitt sem samfylkingamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauða krossins barnaheilla og svona helstu mannúðarsamtaka landsins? Já. Ég myndi halda að og það ekki verið því liði? Já, nákvæmlega. Jafnaðarmenn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður og við náttúrulegi bandamenn hvors annars, jafnaðarfólk annars vegar og síðan þessi mannréttindasamtök. Og nota bene sko ég veit að mér að þú veist ef maður dyrfist að lesa kommentakerfinu og eitthvað svona þá einhvern veginn verið að láta í veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstað No Borders en með því held ég verið að teikna upp ákveðin strámann þó ég ætla ekki að tjá mig skilur málstað No Borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir ekki þar sko. Hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottvísunum taka á móti öllum sem á fjarir okkar Þetta bara hluti af heimsku umræðunar að bara annarkvort eða stemming sem Já, akkurat, en sko horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta eru sem eru að mótmæla þessu frumvarpi. Þú veist, það er ekki bara No Borders, það er með Rauði krossinn, það er Amnesty, það er Barnaheill og svo framvegis og Borgaraleg mannréttindasamtök og þar fyrir utan bara opinberir þar til bærir aðilar eins og umboðsmaður barna mannréttinda talsmaður Evrópuráðsins flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar þessi mál. Ábendingar þetta brjótu gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna? Einmitt, akkurat. Og þú gekkst ekki í samfélkinguna til þess að standa í því að brjóta gegn barnasáttmála? Nei, og þess vegna í þessu bréfi okkar svona leyfum okkur að hvað skal segja, hvetja til þess að fólk íhugi þá pólitísku vegferð sem að það á þegar það er komið í andstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrétt sko varnar orð sko. Það er þetta er svona svolítið einbeittur vilji sem en einhver getur sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi getur sagt eins og að meðan að samfylkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi málin í þingi heldur en í flestu öðru. Eftir að Kristrún kemur og víkur frá þessum málum, setur þau í salt, reyndar Evrópum, svona eitthvað fleira. Þetta er eitthvað svona taktísk ákvörðun að til þess að samfélkingin komist til valda og geti haft áhrif á stjórnum samfélagsins, að þá þurfum við að fara frá einhverjum málum sem að raunverulega hafa staði í vegi fyrir að við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu. Og eitt af þessum málum eru málefni flóttamanna. Þannig það er eiginlega bannað fyrir samfélkinguna að leggja höfuð áherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleyti er margt í forystu samfélkingar í dag sem er eins og svona að kosningastjórarnir séu að stýra. Markmiðið er að ná árangri í kosningum og þetta er einfaldlega fyrir. Og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það, leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þess vegna er það bara pólitískt, þótt að sé kalt og erfitt að þá er rétt ákvörðun að neita sér að styðja þessi mál. Já, þetta er aðtilsvægt upplegg sko sem er auðvitað svona maður ímynda sér ýmislegt en ok. Þetta er bara byggt á því hvernig samfélkingin hefur aktað. Sko, í fyrsta lagi sko vil ég nú sem sko fyrir stjórnarmaður í samfélkingunni sko benda á það að sko málefni flóttafólks voru aldrei
beinlínis áherslumál flokksins í til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaráttur og greinaskrif og einhver svona, þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðarmannamál. Ég að vísa á hvað þeir voru ábyrgð í þinginu eins og til dæmis Logi, eins og Helga Vala og fleiri. En mótmæli því ekki, að það sko, og svo eitt sko hvernig hvaða strategíum við ákveðum að birta og svo hvernig upplifun fólks af flokknum, og ég held að þú sést að lýsa upplifun margra að við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessu mál áður og það hafi orðið breyting nú á. En aftur vil ég bara sko þú veist, ég svo sem núna bara almennur flokksfélagi og er hér hingað kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa bréfs og opna hóps. Þannig að ég geti svo sem hvað varðar sko fórustu flokksins eða breytta ásýnd eða eitthvað bara fabulera út frá kannski mínum eigin bæðurum séð. Það er bara mjög fínt og við tölum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn í hlutur. Einmitt. En sko en aftur langar mig þá að sko innbra á þessu sko að eitt að að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt á hvaða mál lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis. Enda meina Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu í flokknum, einhver umræðu í flokknum sérstaklega mitt útlendingamál og Evrópumál kannski einhver leyti. Að meina sko Ný forysta hefur notið mjög víðtæks stuðnings og innan flokks. Það hefur skilað árangri. Enda hefur og skilað miklum árangri. Þá þagnar hjörðin, það er bara þannig í pólitík. að skipstjóri sem að aflar, að hann fær svolítið svigrúm. Akkurat. En sko þá skiptir samt sem áður líka svolítið máli einmitt að sko hvaða þeirra svona raunverulega á hólminn komin. Hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru og þess vegna þessi tímapunktur á þessu bréfi vegna þess að það bara þetta mál sem að fólki innan flokksins fannst forystan fara og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinum sko. Já. Ég skil að þú viljið bara ræða út frá bréfinu en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hádegisfréttum RÚV nefna það eiginlega í samhengi við svona uppstokkun á vinstri kantinum. Mér fannst að vera komið mjög langt í það að túlka þetta að þarna væri raunveruleikur möguleiki að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að vinstri hlutin brotni frá. Og sagan náttúrulega svo að vinstri hlutar hafa brotnað frá vegna þess að forystan hefur farið til hægri. Það hefur verið gert óþolandi fyrir vinstri menn inn í krattaflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri forystan komin. Þetta er náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál. Nei, ekki. Þú myndir ekki segja það? Svona, auðvitað ekki á þín klassíska svona mælikvarða, svona hið efnahagslega vinstri hægri, en jú, þetta alveg sko í nútíma pólitískri umræðu sko harðnandi útlendingastefna og yfirleitt skilgreind sem svona í áttina til hægri. Þannig þú myndir ekki vara við því að ég myndi renna yfir listan og segja, þetta svona, hann vinstri helmingur Samfylkingarinnar. Já, ég skal ekki segja sko, en allan fólk sem að lætur sig þetta mál varða og mannréttindamál varða en sko ég get nú, sko Eiríkur greinilega komin tölvöld lengra í sínum fabuleringurum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að þetta mál hefur auðvitað vakið umræðu innan flokksins og hér þurftu auðvitað að stofna einhvern spjallhóp til þess að raða nöfnum á þetta bréf og svo framvegis. Ég get bara skúpa því að það ekki verið að tala um neitt klofning eða einhverja atlögu að forystunni eða neitt svoleiðis. Þetta bara svolítið einskorðað við þetta mál og það verður eflaust svona það eins og í stríði í pólitík þá hafa hlutir eðlilega svona náttúru á því að vilja stigmagnast. Já, einmitt. En allan sko þó að verði eflaust skemmtilegra fréttaskúp sko að geta sagt frá því að það sé verið að undirbúa einhvað ég veit ekki nýtt framboð eða hvað þá það
það var það ekki. Nú bréfið er skilaboð til fórustunnar og þingflokksins að þeim beri að fara eftir samþykktu flokksins. Sannarlega. Og sko, bara eitt í þessu líka, að þingflokkurinn mitt, sko orðræðan svo sem svolítið vítt og breytt en eins og Víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern svona örþrifa ráð og beri aldrei að beita þessu nema allt annað þrjóti og vonandi þurfi aldrei að nota þetta og svo framvegis. En flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt. Það sem að svona var allavega, ég meina því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátt í því að herða útlendingastefnu landsins. Stærði sig að því? Stærði sig, já, hreykti sér af árangri sínum hvað það varðar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á mörg okkar. Því að það sko eins og segi, sko málefnalega séð, sko meina ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfæra mörg önnur mildari úrræði og einhver svona þá getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta nauðsynlegt. Svona kannski erfiðar að kyngja því varandi varhald barna en þessar brottvísunar búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki. En það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum opinbera pósti sem kom frá Samfylkingunni þar sem að þessu var beinleinis eins og segi, hreyktu sér af þessu. Og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga. En þegar þú ert með öll þessi helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum, mótmæli á Austurvelli, bréf frá tugi manna innan flokksins sem segir nei, þá virðist augljóst að þessi sáttahönd sem þau eru að rétta til þess að ná einhverju sátt í útlendingamálum, hún bara réttast út í aðra áttina. Til Miðflokksins og félaga. Allavega ekki áttina að mannréttindasamtökunum okkar. Þú hefur frekar kosið sátt við Rauða krossin, Barnaheill, Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til einhverja sátt við ábyrgðin mikil, við sjáum það bara hvað orðræðan hefur farið harðnandi og aðeins ég leiði mér aðeins að kíkja á kommentakerfin og þar grasserar alveg rosalega harðuneskjuleg orðræða gagnvart útlendingum og allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og umöluðum aðstæðum einhvern veginn sett undir sama hatt og þetta sé óalandi og óferjandi fólk. Og stafið bara gríðarlega hætta þessu fólki. Já, einmitt. Og bara í þessari orðræðu, harðnandi orðræðu, þá það þetta kannski, bara mikil ábyrgð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við séum að færa mörkin og í hvað átt við erum að færa mörkin. Og það hefur afleiðingar. Já, nákvæmlega, og getur bara haft mjög vondar afleiðingar. Herðu, ég veit að þú ert tímabundinn, Þórarinn Snorri. Takk fyrir að koma hérna og fjalla þetta bréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af. En þú vonar það líka, þú vilt ekki bara að þetta sé sett alveg skúfu. Nei, við vonum að þetta... Þingflokkur takir nótis að þessu. Það verði allan einhver umræð innan flokksins, þar sem við getum allan að þá rætt það, hvort þetta sé sannlega stefna Samfylkingarinnar. Herðu, kærar þakkir. Takk fyrir. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kaptur eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is